Akkurat. Svona. Já, passa að hafa þetta alveg slétt. Já, því að sá sem að spaslar, Já. hann á að slípa. Já. Já. Skilur svona haug eftir, þá þetta slípa þetta allt sæði niður. Það er mjög leiðilegt. Svo verður þið bara að sjá til hvernig... Og það er þetta grófa. Er þetta grófa spaslið eða? Já, medium. Medium. Svo sér hérna hornin, þetta er mjög algengt að þetta fari svona. Það brotnar úr þessu öllu hérna. En býtu, það væri náttúrulega svolítið lítið mál samt að spasla þetta. Já, en það er bara svo veikt. Já. Svo rekur eitthvað skáp eða stól eða eitthvað í þetta, þá er þetta farið. Svo er þetta stundum orðið svona alveg rúnað. Það tókir aldrei spasl í þessu. Honum bara þrýst svona á og svo drefum maður undan. Þannig að sé eins lítið spasl undir og hægt er. Svo er bara að dreifja þetta svona. Af hverju gerir þetta svona? Ég gerir þetta. Ég gerir þetta ekki. Jú. Nei, þetta er hvað gefið ykkur það. Nei, ég veit það ekki. Það sem var mikið viðgerðir og það sem er gifs og steinn saman, byggja saman, það vilja oft koma sprungur. Þannig að þetta efni er mjög gott til að koma í veg fyrir þær sprungur. Þetta er svona glertrefir í þessu. Þannig að maður svona reynir að fá eins lítið á sig eftir. Og þegar þess að vera þurrt, þá bara spöslum við hérna yfir brúnina, grunnum þetta, þá er þetta bara klárt. Nú ætlum við að fara í veggina og kalka þessa veggi. Þá þurfum við að byrja því að við slípum hérna yfir lögum, við erum búin aðeins búin að laga þá. Þeir eru grófir, en eiga vera. Það er spaslað, slípað, grunnað og svo er kalkað. Það er sama ferlið.